Komið þið sæl, fiskeldi á Íslandi hefur vaxið hröðum skrefum á undanförnum árum og útlit er fyrir að vöxturinn verði enn frekari á næstu árum. Þetta er einkum merkjanlegt á Vestfjörðum og á Austurlandi, en Fjórir hefur á þessu ári gert 4 þætti fiskeldi fyrir austan og vestan, þar sem kastljósinu er sérstaklega beint að samfélagslegum áhrifum. Í þessum þætti landsbyggða ætlum við að líta á nokkur innslög úr þessum 4 þáttum. Hér í botni Tálknafjarðar er að finna seiðaeldisfyrirtækið Arctic Fish. Við ætlum að fara þarna inn og kynna okkur starfsemina, en stefnt er að því að Arctic Fish verði fyrsta íslenska seiðaeldisfyrirtækið til þess að ala seiði á lífrænan hátt. Hrognin koma frá Stofnfisk í Vogum og þeir eru náttúrulega með útstöðvar frá sér, en allt safnast saman í Vogum og við förum þangað og náum í bara hrognin. Við höfum ekki ennþá treyst almennilega, við höfum pröfað að senda með flugningsaðilum, en við viljum bara fylgjast með hrognunum alla leið, þannig að við náum í þau og komum þeim hingað. Hvað er það mikið magn sem þið náið í hvert sinn? Við erum að ná í svona frá tæpum 2 milljónum og já, meiri milljón. 3 svar á ári eins og staðan er í dag sem við nálgumst hrogn. Síðan þurfum við að koma fóður í þau, það er í raun það sem er mest krefjandi. Það er þessi hálfi mánuður frá því að við setjum seiðin hingað inn. Þá þurfum við að ná sem flestum á fóður, annars byrja þeir að deyja bara. Og við þurfum líka að ná þeim, í byrjun þá eru þeir á botninum allir. Við þurfum að ná þeim upp í vatnsyfirborðið til að fara frá botninum, því að það safnast alltaf smá drulla á botnin og við viljum ekki hafa hann þar í. Sko, ég byrjaði hérna í gömlu stöðinni sem var hérna. Það var gegnumstreymisstöð sem að kalla þeir, en þetta er svo kallur rastækni. Þannig að við erum að endurnýja vatnið svona 96%. Þannig að það sem er hérna í karinu af vatni, við erum að skipta því út á klukktíma fresti. Í gömlu stöðinni þá var bara vatn inn og vatn út og menn spáði ekkert meira í vatnið neinu leyti. En svo þegar við förum að skoða þetta sjálf, innihaldið í vatninu, hvað er í vatninu. Það er svo mikið sem að mikil fræði í rauninni þarf mikla kunnáttu til að spekulera í vatni. Og eftir að við náðum að komast að því hvað það væri, við fengum hjálp frá Færeyjum og það er bara, það er raun stöðin væri ekki svona í dag vilja fullera nema svo hjálp hefði komið. En við erum að greina til dæmis sko 30 sýni hérna að standa alla daga, allt árið. Við erum alltaf að fikra okkur framar í árið. 1. maí fór fyrsti fiskur út í ár, það er viku fyrir en í fyrra og við erum 4-5 vikum á undan öðrum í að setja út fisk. Er það út af gæðum vatnsins? Nei, það er sennilega því að við komumst niður á tækni þar sem við kælum fiskinn fyrir útseikningu. Þannig að við kælum vatnið í tönkunum sem er að fara út niður fyrir sjávarhitann. Náum því. Menn er alltaf að spá í á þessum köldu svæðum að koma fiskina sem fyrst út í sjó. Og með því að gera svona eitthvað, kæla fiskinn, þannig að við séum að fylgja uppsveiflunni í sjávarhitanum, þá virðist það hafa svo afgerandi áhrif á vöxt í sjónum. Það sem ég sýndi ykkur áðan inn í hrognaherberginu, það er raun fyrsti skammtur af organic, eða lífrænt vottuðu seiðum sem við fáum og í rauninni mun það sá skammtur reka út það sem er núna í stöðinni og við verðum organic allt sem kemur inn eftir í framhaldinu verður organic framleiðsla. Við þurfum að fylgja náttúrulega stöðlum sem eru settir í sambandi við lífrænt eldi, þéttleika, innihald fóðurs, já, svona hreinsiefni og svoleiðis. Við erum búin að vera aðlaga okkur þessu kerfi í nærri 2 ár. Hvaða kröfur gerir það til hreinleika vatnsins og hvernig tryggið þið hann?
það ekkert sem segir til hreinleika vatnsins en við verðum náttúrulega að halda vatninu hreinu. Ef við gerum það ekki, þá fiskurinn ekkert að vaxa sem við erum að reyna aðlaga. Ef við erum að hafa sveiflur í vatni, það ekki gott fyrir fiskina að eiga við svoleiðis alla daga. Við reynum að halda bara pH-inu stöðugu og súrefnis upptökunni eða mettunin í vatninu stöðugu líka. Það það sem ég gerir þetta, að fiskurinn ekkert að eiga við neitt nema bara að synda og taka fóður. Hann ekkert að eiga við neina breytingar í umhverfinu hjá sér. Það sem þetta snýst um. Ég náði í mars þessi organic rock, núna maí. Þau koma hingað yfir 20. júní. Þá voru þetta allt orðið hreint. Allur fiskur í burtu og þrífa allt og reka allt út sem að tilheyri þessum fiski sem ekki organic. Og síðan bara í framhaldi af því, 3 mánuði seinna, þá fer þessi organic fiskur í næstu deild hjá okkur og þá eru sama þar. Hann rekur út og það verður þrifið og gengið frá öllu. Og þessi fiskur sem kom núna í mars, apríl næsta ár meiningin að hann fari í Ísafjarðardjúp ef allt gengur upp þar, í leyfismál og svoleiðis. Íbúum Vesturbyggðar hefur fjölgað umtalsvert á undanförnum árum og reyndar langt umfram landsmeðaltal. Bæjarstjórinn segir að ástæðan sé fyrst og fremst uppbyggingin í fiskeldi. Hún gagnrýnir stjórnvöld harðlega fyrir að veita ekki fjármunum til uppbyggingar innviða ýmissa eins og jafnan gert þegar ný atvinnustarfsemi sett á laggirnar. Áhrifin hafa verið gríðarleg. Bæði náttúrulega bara aukin atvinnutækifæri og svo erum við að sjá íbúum okkur fjölga mjög hratt og við erum líka að sjá að samsetning íbúanna að breytast. Við erum að fá meira ungu fólki til okkar sem afskaplega mikið gleðiefni og við erum einnig að sjá líka bara áhrif á fasteignamarkaðinn. Fasteignaverð að hækka, það í undirbúningi mikla nýbyggingar hjá okkur og veruleg þörf á húsnæði. Það hefur staðið okkur svolítið fyrir þrifum. Þannig að áhrifin af þessari atvinnuuppbyggingu má segja, bara gríðarleg. Þið eruð rétt að detta í 1100 íbúa? Já, okkur vantar 5, eins og staðan í dag, til þess að ná því marki og sem bara mjög ánægilegt. En þetta mikil uppbygging hjá fiskeldisfyrirtækjunum sem mörg fyrirtæki njóta góðs af. En hvað með því uppbyggingu ríkisins á innviðunum? Við höfum náttúrulega ekki kannski notið neins sérstaks stuðnings hvað það varðar, eins og við kannski höfum séð í stærri verkefnum, eins og þegar við erum að sjá í tengslu við álver og aðra starfsemi. En í fiskeldinu þá höfum við ekki í rauninni notið neina sérstaklega ríkisstyrkja í að byggja upp innviði og höfum einmitt verið að horfa yfir bara það fjármagn sem hefur verið að renna til okkar, hvort að eitthvað af því megi hreinlega eyrnamerkja fiskeldi. Og það það eina sem við náðum með smá krækjum að skilgreina sem til þess að aðstoða við uppbyggingu fiskeldisins landfylling við Bíldudalshöfn. Og það eru nokkur 100 milljónir og Hafnarsjóður Vesturbyggðar tekur svo restina. Þannig að þetta ekki háir fjármunir sem hafa komið í þessa innviðu uppbyggingu og við höfum nú velt því líka fyrir okkur að ef á að stilla þessi þannig upp að við séum loksins að fá almennilega vegasamgöngur á svæðinu út af fiskeldi, átti þá aldrei að bæta það hjá okkur. Þannig að þetta við hefðum viljað sjá meiri kraft í því að ríki kæmi að þessari innviðu uppbyggingu með sveitarfélögunum hér á svæðinu. En í staðinn við svolítið sitjum uppi með þetta og þetta hefur verið gríðarleg áskorun, afskaplega skemmtileg, en hún hefur verið flókin. Hér á Tálknafirði stærsta köfunarþjónustufyrirtæki landsins, Sjótækni. Hér starfa 9 atvinnukafarar og þeirra helstu verkefni eru tengd fiskeldinu.
Ég verður sennilega svona 20 núna í sumar, sýnist mér vera. Kannala því, sko, já, fram á haust. Og þarftu að hafa svolítið sérhæft starfsfólk? Já, sumir leyti það. Hér eru vélstjórar og skipstjórar og kafarar og það er náttúrufræðingur hérna og það já, við erum með bæði fólk menntað háskólanum og tækniskólanum og víðar, þannig að, já. Og ertu að fá til þín þá sem þú þarft? Eða vantar við fólki vinn? Það er misjafnt, sko, og það er, hvað ég segja, okkur vantar átt fólk en það er auðvitað ekki sama hvaða reynslu eða þekkingu það hefur. Þannig ef að bankar upp á manneskja með, kannski að segja með ákveðna reynslu og þekkingu, þá er yfirleitt þörf og pláss fyrir slíkt. En ekki hvern sem í sjálfu sér. En við höfum ráðið alla til okkar sem hafa sótt vinnu heimamenn, má segja. Og höldum auðvitað í þá eins og við getum, en við höfum þurft að leita aðeins út fyrir svæðið líka, það er þannig. Ef fiskeldisins nýrtæki við, hvað væri þetta þá stórt fyrirtæki heldur? Það væri þetta 4-5 manna fyrirtæki, held ég. Það er fiskeldið er drifkrafturinn og burðarstoðin í þessum rekstri í dag hjá okkur, algjörlega. Þannig að það væri ekki fyrir fiskeldið þá væri við ekki, ég væri til dæmis ekki bara á þessu svæði hér, til dæmis með okkar starfsemi. Þannig að þessir 18-20 starfsmenn sem eru í okkur hér, þeir hefðu ekki atvinnu hér, það er alveg klart. Hvernig sérðu sjótækni þróast? Hvar sérðu þetta fyrirtæki eftir 5-10 ár til dæmis? Ég vona að við bæði berum gæfu til þess og traust okkar viðskiptavina til að fá að halda fram að eflast hérna og vonandi bara fá við að stækka einhverju hlutfalli við aukna starfsemi fiskeldis á svæðinu. Frá Tálknafirði, þar sem þetta viðtal var tekið, liggur leið okkar til Patreksfjarðar. Útgerðar- og fiskvinnslufyrirtækið Oddi hérna á Patreksfirði hefur verið burðarásinn í atvinnulífinu og núna er Oddi kominn út í vinnslu á laxi sem að alinn er hérna fyrir vestan. Því af hverju förum við í laxinn, það er náttúrulega í beinu framhaldi af því, töldum við það skynsamlegt og fælist í því mikil tækifæri að nýta þetta hráefni sem að koma hér upp á bryggjurnar núna allt árið í kring eftir að fyrirtækin hér hófu þetta öfluga eldi. Þannig að við sem vinnslufyrirtæki sem erum að vinna fisk, við töldum að við ættum fullt erindi í það. Tækjabúnaðurinn sem að þið fjárfestið í, þetta er sérhæfður tækjabúnaður og nýjasta nýtt? Já, þetta er alveg sérhæfður tækjabúnaður. Við getum ekki nýtt, nánast ekki neitt af því sem við erum að nota í hvítfiskinum fyrir laxinn og þannig að við fórum þá leið að kaupa allt nýtt og fórum í samstarf við Marel með það og erum með það nýjasta sem Marel hefur upp á að bjóða í laxavinnslu. Þeir eru búin að vera mikið í því í Evrópu og þannig að það var fjárfest í tækjum frá Marel og eingöngu fyrir lax eða bleikfisk. En hvers konar vinnsla er þetta og á hvaða markaði eru þið að einblína á? Sko, vinnslan sem við byrjum á er bara flakavinnsla fyrir ferskfiskmarkaðina, þannig að við erum að fá fisk hérna á morgnana, hann er slátraður morguninn, við fáum hann morguninn til okkar líka. Hann er því ekki kominn í gegnum svo kallað dauðastjörnun og kallast pre-recall, það er fyrir dauðastjörnun. Það er svona sérmarkað sem byrjaði fyrir svona 3-4 árum út í Evrópu. Þannig að við erum að framleiða hérna fiskinn samdægus og honum er slátrað og hann er farinn frá okkur samdægus. Og þetta er fyrst og fremst á flök í mismunandi snyrtingafasa, trim eins og kallað er. Þetta er fyrst og fremst þetta sem við byrjum á. Við erum síðan að fikra okkur áfram með meiri vinnslu, beinhreinsun og pökkun, svo kallað mapppökkun og vakuumpökkun og fleira sem er svona á tilraunastigi eins og er. En fyrst og fremst er þetta ferskur fiskur, eins nýr og hann mögulega getur verið.
En þetta ég svolítið svona nýtt fyrir ykkur þannig lagað og þetta eru markaðir sem að þið eru þá svona að feta ykkur inn á? Já, við erum að feta ykkur inn á markað og við svo sem erum óheppin á því til að við byrjum þegar þetta COVID ástand á mörkuðum og þannig að byrjunin kannski tekur lengri tíma heldur en við sáum fyrir en þetta þarf bara þolinmæði en þetta eru alveg nýjir markaðir, hluta til þetta sömu markaðar og notum í hvítfiskinum, hluta til þetta líka sömu viðskiptavinir sem við höfum haft til 10 ára. Þannig að þetta svo sem allt saman bara matvæli sem að fara annaðhvort inn á veitingastæði eða í búðir eða þjónustu, matvælaþjónustu. Við kveðjum Vestfirði og höldum austur, ræðum fyrst við bæjarstjóra Fjarðabyggðar. Núna náttúrulega Reyðarfjörðurinn undir og Fáskrúðsfjörður undir hjá okkur. Það eru umsóknir í Stöðvarfirði og það svo hyggur núna ráðherra á útboð því að nú náttúrulega að koma þessi nýja leið, nú verður að fara í útboð og það búið að kalla eftir burðarþolsmati og áhættumati í Mjóafirði og ég geri það ráð fyrir að hann verði þá í því kerfi. Síðan voru skilgreind svæði innan Norðfjarðar, innan Hellisfjarðar og Viðfjarðar sem eyðir þessi þar ganga inn á. En á móti kemur að þar friðlýsingarferli í gangi nú þegar, núna í gangi. Þannig að það getur þetta haft áhrif á það. En við getum sagt að núna undir Reyðarfjörður og Fáskrúðsfjörður. Þar eldi komið út og umsögin hafin og ég geri ráð fyrir að Mjóafjörður verði mjög stór líka í þessu. Jón Björn segir það vera lúxusvandamál að þurfa að stækka skóla, svo dæmi sé tekið vegna fólksfjölgunar. Hann bendir á að Hafnarsjóður sé sterkur, enda mikil umsvið þar. Með auknum umsviðum laxeldisfyrirtækjanna og fjölgun íbúa aukist tekjur sveitarfélagsins, en Jón kallar eftir samtali við ríkið varðandi tekjur vegna fiskeldisins og ýmissa stjórnsýslu þátta. Þegar í dag staðan þannig að ef alinn fiskur í sveitarfélagi, en hún slátrað öðru sveitarfélagi, þá verður tekjumyndurinn hið mesta fyrir Hafnarsjóð sem dæmi. Hún verður því sveitarfélagið slátur sér. Þannig að hitt sveitarfélag svolítið eins og fiskabúr. Það ágætt einmitt að kannski finna brútu hvernig deilum þessum tekjum, þannig að menn sé ekki að keppast eða berjast innbyrðis slátur og svo fleira, heldur að hann sé bara skynsamlegast uppbygging í greininni. Þannig að það ýmsir svona möguleika núna til að stíga skref í þessum þá átt að gera kerfi jafnar það skili samfélagunum sem það hýsa eðlilega afgjaldi til að það geti staðið undir sinni uppbyggingu og ríki fái og svo sjálfsögðu náttúrulega þurfa að þeir sem að laxeldurinn standa líka hafa af því tekjur og arð. Jón Björn bendir á að langan tíma hafi tekið að bíða eftir leyfisveitingum og hann vill að eftirlitsstofnanir verði með starfsemi heim í héraði. Það sé eðlileg krafa og sjálfsögð. Og það þetta ekki hægt að bjóða neitt atvinnugrein, hvort sem það laxeldi eða einhver önnur atvinnugrein sem í uppbyggingu, að búa við það að geta ekki treyst í að fá svör innan tilskilins tíma og svo framvegis. Þannig að okkur fannst það vant upp á eftirfylgnina. Hugsanlega vantaði upp á mannablá, það nú búið að bregðast mikið við því og ráðherra hefur brugðist mikið við því á síðustu mánuðum árum að gera það verkum að stofnanir getur svarað hraðar. En líka kannski einhverju væri svona samhæfingar aðilinn. Það eru ýmsar stofnanir að veita leyfi, en svona okkur fannst vanta kannski upp á einu þeirra héldi svona utanum og sæði til þess að þetta færi til enda. Við höfum átt í mörguleyti ágætis samskiptum við eftirlitsstofnanirnar og mér heyrist það svona líka, það var mikill vilji okkar, að við teljum það mjög mikilvægt líka. Eftirlitsstofnanir séu þá með starfsemi sína hér heim í héraði. Þessu verði ekki sinnt í einhverju fjarvinnslu, eða sinnt einhverju að fljúga hérna sérfræðingum á svæði, heldur hér sé þá bara sérfræðingurinn sé hér á svæðinu, hann þá bara í tengslum við umhverfið og sinnir þá bara eftirlitinu betur. Ég held að laxeldisfyrirtæki séu miklu sáttari við það. Að lokum, hvernig sérðu fiskeldi dafna á Austfjörðum? Já, lítum bara fram til næstu 10 ára. Ég held að næstu 10 árum eigum eftir að sjá náttúrulega mjög miklu uppbyggingu í fiskeldi. Ég held að það sé engum, það þetta búið að slá, það var þetta slegin upphafstakturinn þegar landinu tekin svo ákvörðun hvernig fiskeldi skuli fara fram á Íslandi. Það fer fram hér fyrir austan og vestan og svo Eyjafjörður tekin út úr önnur svæði friðlýst vegna nálægðar við laxveiðar og fleira.
og náttúrulega aðstæður, þá gera þetta verkum að við erum búin að segja við þurfum þá að segja B og fiskeldi mun þá að stækka á þessum svæðum því að óhjákvæmilega fylgir það því að ef þú ætlar að rækta að vera með fiskeldi hér með hagkvæmum hætti þá þarf að vera á bakvið það magn. Ég sé raun og veru fram á mikla uppbyggingu, ég sé líka fram á held ég mikla tækniþróun og það sjáum við öllum greinum núna, þú ert þetta bara að vinna tækniþróuninni hröð, menn þetta að reyna að hámarka gæði sinna vöru með sjálfbærni í huga, nýta afurðina að ganga sem bestu með auðlindar. Þannig ég held að það eigi eftir að hafa þarna eins og í sjávarútvegi eftir að mjög mikið. Ég líka treysti því og trúi að það eftir að byggjast upp meiri og samþættari með þjónusta í kringum þetta. Við sjáum hana nú þegar, hún hér að spretta upp ný fyrirtæki. Fyrir vorum þetta með að mörgleiti öfluga innviði í ýmsum þjónustu tengdum iðnaði, þetta í tengsli við álverið og tengsli við sjávarútveginn sem svo sterkar stoðir í okkur. Þannig ég átti að sjá það, ég held við líka að sjá meiri menntun færast nær okkur í þessu sem öðru og það sá maður í Noregi þegar maður kom þangað til að kynna sig svona í upphafi. Þannig ég held að það sé mörgleiti mjög björt framtíð með fiskeldi og fyrir okkur hér þá þetta einn liður enn, þetta ein stoðin enn undir atvinnulífið okkar sem svo mikilvægt. Það svo mikilvægt að hafa fjölbreytt atvinnulíf út á landi og það séu margar stoðir þannig að það alltaf geta komið upp einhver áföll þannig að það sé ekki öll eggin sé ekki í sömu körfunni. Þannig að ég bjartsýnn með fiskeldi hjá okkur. Frá Reyðarfirði yfir til Djúpavogs sem tilheyrir nýstofnuðu sameinuðu sveitarfélagi Múlaþingi. Á Djúpavogi hefur verið mikil uppbygging í tengslum við fiskeldið en þar fiskeldi Austfjarða með höfuðstöðvar sínar. Á Djúpavogi sameiginlegt sláturhús stóru fiskeldisfyrirtækjanna og nýjasta nýtt að þar verður reist frauðplastkastaverksmiðja. Greta Mjöll Samúelsdóttir starfar hjá Múlaþingi og hún segir að íbúarnir séu heilt yfir bjartsýnir á framtíðina enda hafi íbúum Djúpavogs fjölgað umtalsvert umfram landsmeðaltal. Ég meina hér hefur bara verið mikill uppvöxtur og ennþá. Ferðaþjónustan hefur tekið gríðarlegan kipp og auðvitað vill maður og vonar og bíður spenntur eftir að COVID klárist svo að það taki sitt stökk aftur. Það hefur verið gríðarlegur vöxtur þar. Svo auðvitað hafa þessi sjávarútvegsfyrirtæki okkar bara verið að stækka og hugsa stórt og það svo margt skemmtilegt að gerast þar líka og það auðvitað þýðir að starfsmannafjöldi hefur snarhækkað í þeim fyrirtækjum og með þeim fylgir fjölskylda oftast og það auðvitað fjölgar í skólanum og leikskólanum og við fögnum því gríðarlega. En hvernig svona umræðan meðal heima fólks ríkir bjartsýni, aukin bjartsýni þá? Já, ég allavega upplega þannig. Svona mikil jákvæðni í garð svona uppbyggingu, auðvitað bara fögnum því að okkur sé að fjölga. Það auðvitað fylgir því að þegar það kemur meira fólk þá meira í gangi og allt í blóma einhvern veginn. Þannig að ég held að fólk sé mjög þakklátt þessum vexti af því að þá dafnar skólastarf og menning og svona almennt bara samfélagslíf. En það nú ekkert mörg ár síðan að hér var útlitið kannski ekkert allt og bjart. Nei, það nefnilega alveg rétt og það kannski svolítið einkennist sýnir svona líka hugafari sem að ég vil alveg meina að sé einstakt á þessum stað af því að hér svolítið reynd að hugsa í lausnum frekar en að dvelja svolítið í dramatíkinni auðvitað hafa hér verið þung högg og það hefði verið mjög eðlilegt að detta þar alveg í pittin. Það var örugglega tekinn vonandi bara eðlilegu tími að svekkja sig við því en strax var að hugsa og hvað svo, hvað gerum við í því? Og það hefur svo sannarlega sannað sig og sýnt sig og sannað að það hefur virkað af því að hér íbúafjöldin bara búin að margfaldast og hér verið að byggja og hér verið að skapa og gera þannig að það ekki hægt að segja að það hafi svona allavega stoppað neitt hingað til. Greta Mjöll segir að skortur sé á húsnæði á staðnum. Allir leggist þó á árarnar varðandi þau mál. En þú ferð ekkert í 3 bíó með krakkana hérna? Nei, það auðvitað ekki þannig. En það auðvitað svo margt annað sem gert í staðinn. Og ég held að það sé líka svona það kristallast í þessu hugafari að vera ekki endalaust að dvelja í því sem ekki hægt að gera, heldur einmitt hvað hægt að gera.
og jú, vissulega ekki bíósalur hér, en það er bíósalur á Seyðisfirði og hér eru fjörur og náttúra og alls konar gersemar sem hægt að nýta sér, sem kannski ekki annars þar. Fiskeldisfyrirtækin, þau munu að óbreyttu vaxa töluvert á næstu árum. Hvernig sér þú þróunina þá hérna á Djúpavogi? Ég bara líti á þetta auðvitað björtum augum að hér sé atvinna að skapast af því að því eftir fylgja oft fjölskyldur og bara uppvöxtur í samfélagi og svo þetta bara uppgangurinn jákvæður af því að hér verið að hugsa þessu tengt þá auðvitað uppbygging gangi í verksmiðjum og öðru þannig að það sé hægt að fullvinna vöru algjörlega frá grunni til kúnnans og það auðvitað bara hluta ákveðinni sjálfbærni sem fagnað hér. Og nú borð í nýjan og tæknivæddan fóðurpramma laxa. Ísak Örn Guðmundsson, stöðvarstjóri hjá Laxum, segir að starfið sé margþætt og hann segir að fiskeldið hafi komið sér á óvart. Já, það gerði það. Ég var búinn að starfa áður sem sjómaður og þetta er töluvert ólíkt því. Ég hélt að þetta væri svona svipara en þetta er ólíkir heimar og já, þetta komur á óvart. Nú ert þú fæddur og uppalinn hérna á Eskifirði. Óttastu eitthvað að fiskeldið muni hafa neikvæð áhrif? Nei, síður en svo. Ég hef ekki séð neitt nema jákvætt. Þá ég að tala með eins og til dæmis hliðargreinar, verktakar og annað. Þetta hefur bara aukist. Við réðum núna, senast á haust, þá réðum við tæknistjóra hjá okkur. Við erum að auglýsa núna til dæmis eftir rafvirkja. Þannig að við sjálf að reyna að byggja upp okkar eigið teymi og af verktökum. Svo eru kafarar og svo erum við náttúrulega með búlandstind á Djúpavogi. Þannig að fiskeldi hefur bara jákvæð áhrif á samfélagið hér fyrir austan, finnst mér. Segðu mér aðeins frá tækninni varðandi fóðurgjöfina. Þarf mannsandinn ekkert við þetta að koma? Fyrst sinn náttúrulega þá handfóðrum við fiskinn þegar hann kemur í kvinna en við keyrum kerfið alltaf með því að þú vilt ala hann upp til þess að koma honum í kerfið og þannig að við þurfum ekki að standa á handfóðra og þetta náttúrulega gríðarlega flottur búnaður og þróaður búnaður. Þessi prammi sem við stöndum á núna frá Aqua Group, smíðaður í Íslandi og bara með flottustu fóðurprömmum á Íslandi í dag og við getum farið inn á eftir og þá sjáum við myndavélarnar hvernig fiskurinn að synda og við notum þann búnað mjög mikið þegar við erum að fóðra og það skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli. Þetta eru gífurleg verðmæti í hverri kví? Já, þetta eru gríðarleg verðmæti. Lax verðmæti fiskur, hann góður og hollur og þetta orkufæða.